Velkomin í stjórnmálin með Bryndísi Haralds. Nú ætla ég að ræða aftur norðurslóðamál. Ég ræddi það hérna fyrir nokkrum þáttum síðan, þá sem utanríkismál og þá átti ég hérna samtal við Björn Bjarnason sem þá hafði nýverið skrifað skýrslu samstarf Norðurlandana og eins og ég segi þá hef ég haft mjög mikinn áhuga á norðurslóðamálum frá því að ég settist á þing. Ég held að þetta sé svona einn af okkar mikilvægustu utanríkismálum, þarna að blanda saman svona loftslagsmálin og staða okkar í alþjóðlegu samhengi. En nú ætla ég kannski að taka aðeins annan vinkil á norðurslóðamálin og ég hef fengið hingað til mín hana Ásthildi Sturludóttur, bæjarstjóra á Akureyri. Vertu velkomin. Takk fyrir. Mér þykir nefnilega svolítið áhugavert því að yfirleitt þegar ég fjalla norðurslóðamál þá ég að velta fyrir mér svona utanríkispólitíkinni. Það eru öryggis- og varnarmál í mjög víðu samhengi og það eru auðvitað loftslagsmál. En þið eru sveitafélag og rekstur sveitafélag hefur nú lengi heillað mig, enda satt ég lengi í sveitastjórn og haft mikinn áhuga á sveitastjórnarmálum. En þið líka markasetið ykkur sem svona norðurslóðabæ. Segðu mér aðeins frá því, af hverju sveitafélag að skipta sér einhverju sem við erum yfirleitt með svona sem einhverja utanríkispólitík? Já, það er vonað þú spyrjir. Akureyrarbær hefur lengi, Akureyri hefur lengi verið svona miðstöð norðurslóðamála og við Háskólann á Akureyri eru fjölbreyttar stofnanir sem vinna að málefni norðurslóða, svo sem eins og stofnun Vilhjálms Stefánssonar, norðurslóðanetið og PAF og KAME, KAF og PAME, já, svo flóknar skammstafanir á sig, já. Sem eru fastanefndir á vegum Norðurskautsráðsins. Og þarna er svona mikil degla og umræða norðurslóðamál og svo við glemum nú ekki að það er heimskautaréttur kendur við Háskólann á Akureyri, mjög merkilegt prógram á meistarastigi og fjölbreytt þjónusta við norðurslóðir sem eru hjá fyrirtækjunum á Akureyri. Akkurat. Þannig að það er eðlilegt að við svona horfum til þess að við séum norðurslóðabærin fyrir utan það að Akureyri hefur löngum átt mikið samstarf við aðrar borgir og bæi á norðurslóðum til dæmis í gegnum Northern Forum og nú nýlega í gegnum Arctic Mayors. Akkurat. Já, það er rétt hjá, það er rosalega mikil starfsemi á Akureyri tengt norðurslóðamálum og ég hef nú stundum sagt þá fundum að svona þegar ég byrjaði að kynna mér norðurslóðamál þá segi ég þetta svona að hafi verið samansöfn af tiltölulega fáum nördum og ég tel mig þar með hafandi á norðurslóðamálum. Þetta er svona ekkert rosalega stórt samfélag á Íslandi. Nei. En ég ákvað þegar ég var að setja mig inn í þessi mál að það var auðvitað skynsamlegast að fara til Akureyrar og hitta þar fólk og einmitt þó ég hafi nú vita, ýmislegt var í gangi, þá áttaði mig svo á því að það er rosalega margir sem hafa atvinnu sína á því. Ef við byrjum bara upp í háskóla, hvað heitir eftir háskólasvæði? Upp á Borgum. Upp á Borgum, já. Það eru mjög margir sem hafa það atvinnu að fjalla með einum eða öðrum hætti norðurslóðir og þetta er allt háskólamenntað fólk með oft fleiri en eina eða jafnvel 2 gráður. Já. Og svona mjög víða skírskotun, mjög mikið auðvitað samfélagsrannsóknir tengdar norðurslóðum, þannig að það eru væntanlega töluvert mörg störf þarna í kringum háskólan sem eru svona horfa sérstaklega á norðurslóðum. Já, mjög mörg og ég hef svo sem ekki tölu á því hvað eru mörg en þau eru sjálfsagt á 3. tugi ef ekki meira og svo er náttúrulega margveldis áhrif út frá því. Og þetta er ekki allt Íslendingar? Nei, þetta er ekki allt Íslendingar, þetta eru frá mörgum þjóðum, Bandaríkjunum, Bretlandi, Ítalíu, og Rússlandi og það eru þannig að þið eru verða svona mjög alþjóðlegur háskólabær. Já, það er eiginlega hægt að segja það. Þetta er orðið mjög alþjóðlegt og sérstaklega í kringum rannsóknir á norðurslóðum. Þannig að við erum mjög stolt af þessari starfsemi og hún skiptir miklu máli og við eigum við þau mikið samstarf sveitarfélagið. Akkurat. Svo segirðu þarna líka atvinnulífið og við fengum nú tækifæri til þess við sem erum í þessari pólitísku nefnd að endurskoða norðurslóðastefnuna, fengum tækifæri til þess þegar það var svona smá hlé í COVID-inu að koma til Akureyrar og fá góða kynningu á bæði því sem í gangi svona í kringum háskólan og rannsóknarstofnanir en líka atvinnulífið og það var nú eitthvað sem að ég hafði kannski ekki gert mér jafn mikla grein fyrir hvað eru mörg fyrirtæki sem eru í raunin að byggja þjónustuna sína á
þjónustu við norðurslóð með einum og öðrum hætti, auðvitað mjög mikið við Grænland, við erum að tala um flugvirkja og flugfélög og ferðaþjónustu aðila og svo mætti lengi telja. Þannig að þetta auðvitað líka stór hluti af svona ykkar atvinnulífi. Já, og það eru til dæmis eins og Norlandair sem hefur verið að fljúga til Austur-Grænlands og Norrland og forverið þess, flugfélag Norðurlands hafa þjónustað Grænland og herstöður í Grænlandi árabil og flugvirkjar hafa verið að fara þarna út og það voru vistir sem voru fluttar til Austur-Grænlands núna til dæmis í vetur og reglulegt flug þangað yfir. Nú, svo eru fyrirtæki, til dæmis eins og Frost sem er svona vélaverkstæði og þekkingar fyrirtæki sem hefur verið að flytja út búnað sinn á norðurslóðir, til dæmis til norðaustur hluta Rússlands og út til Kamtjatka og þangað austur eftir og víðar á norðurslóðum og auðvitað önnu fyrirtæki Slippurinn og fleiri sem er að tengjast verkefnum á norðurslóðum og hafa verið að taka til dæmis skip í Slipp og í viðgerðir frá Grænlandi. Þannig að þessi markaður er okkur mjög dýrmætur. Og þið sjáuð þetta sem ákveðið tækifæri, Akureyrarbær, við sjáum mjög mikil tækifæri á þessum slóðum. Og við tengjumst Grænlandi mjög vel og það er góð samskipti bæði hjá fyrirtækjunum og svo aftur á milli sveitafélagsins og sveitafélaga í Grænlandi. Býtu, nú er það þannig líka, er það ekki spítalinn ykkar hefur þjónustu á Austur-Grænland? Jú. Þannig að það eru tækifæri í alls konar samstarfi, þjónustu, skólar, námskeið. Ég sé fyrir mér í bæði í félagsþjónustu og skólaþjónustu gætu við átt gott samstarf og erum byrjuð nú þegar að orða það við Sermesok sem er núk. Og við eigum bara mjög gott samstarf við Sermesok sem er langstæðsta sveitafélagið í Grænlandi. Og þannig að við getum deilt þekkingu okkur á milli og við höfum aflað okkur fullt af þekkingu og þau líka búa við mikilvægri þekkingu í þjónustu við dreifðar byggðir. Akureyri er ekki bara Akureyrinn sjálf, heldur líka Hrísey og Grímsey. Þannig að við erum með svona jaðarsvæði í okkar sveitafélagi bara rétt eins og Sermesok er. Þannig að við getum deilt mjög mikil þekkingu okkur á milli sem er svo mikilvægt. Nú er nú ekki langt síðan það kom út skýrsla sem var ansi löng, skýrsla sem að Össur Skarphéðinsson og fleiri unnu að, Össur sem sagt leiddi þá nefnd, Unnu Brá og Óttar nokkur sátu í þeim nefndinni. Það var verið að greina, þetta var að frumkvæði utanríkisráðherra, það var verið að greina svona tækifæri í samstarfi Íslendinga og Grænlendinga. Ég ger nú ráð fyrir því að þú hefur eitthvað glugga í þessa skýrslu ertu sammála þessari greiningu svona á tækifærum? Að mörgu leyti, og ég er sannfærð það að það séu fjölmörg tækifæri sem eru þarna og ekki bara hjá okkur að þjónusta Grænland, heldur ég held að það sé líka mýmörg tækifæri fyrir Grænlendinga að sækja inn á okkar markað með margt. Og við höfum öll einhverja sögu að segja, við höfum öll einhverja þekkingu sem ég held að þessi mikilvægt að deila okkur á milli. Þannig að við megum ekki líta á þetta bara sem einhliða leið, heldur að þetta sé tvíhliða viðskipti sem við getum átt þarna á milli og þekkingar miðlun. Ég held að það sé mjög mikilvægt þú nefnir þetta. Ég hef nú haft tækifæri til að heimsækja Grænland allavega 3 sinnum og verið í samstarfi gegnum Vestnorræna ráðið og það er auðvitað óbúslega mikilvægt að horfa þannig á málin að við séum samstarfsþjóðir og þegar samstarf er að ræða þá getur báðir aðilar grætt, það er ekki bara annar hafa einhverja miðla. Nei, alls ekki. Við höfum margt fram á að bjóða og við verðum að líta það þannig. Við erum jafningjar og við erum að eiga viðskipti á jafningja grundvelli. Akkurat. Og maður finnur það nú líka út af því að hérna í Grænland er náttúrulega ennþá undir Dönum en ofboðslega mikil gróska í stjórnmálalífinu þar og heldur betur. Maður finnur það reglulega enda eru kosningar þar væntanlegar núna fljótlega og mikil umræða núna auki sjálfstæði. En það er líka verið svona, ég hef hitt aðila frá viðskiptalífinu, það er líka svona ákveðin hræðsla að þeir vilja ekkert að
þegar þeir segja bless við Dani að þá bara allir Íslendingar að gleypa þá, þannig að þeir eins mikið og þeim finnst áhugavert og gott að vera í samstarfi Íslendinga þá eðlilega eru þeir svona svolítið á bremsunni, þannig að það þarf að fara varlega í þessu eins og mörg öðru. Já, ég held að þetta snúist allt að sína virðingu og að við getum ekki, það sé ekki bara við sem getum komið þarna og mætt á svæðið og ætla að helga okkur allt að því að við séum að koma og redda einhverju, bara alls ekki. Akkurat. Heldur að þetta byggist á samstarfi tveggja þjóða. Já, einmitt. Algjörlega korrétt og maður sér víst strax mun á því hvað orðið núna meira af íslenskum vörum bara í búðum í Grænlandi eftir að hér urðu öflugar siglingar á milli Íslands og Grænlands, en það var náttúrulega áður þannig að þeir fengu nánast í allar vöru sínar frá Danmörku. Akkurat. Þannig að það strax opnar upp möguleika. Já, heldur betur. Ég held að þetta sé mikilvægur markaður fyrir okkur og er svona hálfgerður heimamarkaður en samt sem áður skiptir okkur miklu máli. En á sama tíma þurfum við þetta líka að vera opin fyrir því að flytja inn vörur frá Grænlandi. Heldur betur. Það hefur aðeins verið flókið út af því að þeir eru nú fyrsta þjóðin sem sagði þessu úr Evrópusambandinu, þeir voru ekki Bretar. Þannig að þeir eru ekki innan EES og þannig að það hefur stundum verið svona ákveðin flækjufótur í því, en ég vona að okkur takist nú að leysa úr því. En segðu mig líka aðeins núna frá svona samstarfi bæjarstjóra á norðurslóðum. Þú nefndir að þið væri þáttakendur í Arctic Forum. Arctic Mayors. Arctic Mayors, já. Og þú hefur oft sótt líka Arctic Forum fundi. Jú, þetta heitir Arctic Mayors Forum og það var stofnað formlega á Akureyri haustið 2019. Það var búið að taka einhver 2-3 ár í undirbúningi að stofnun þessara samtaka. Það var ákveðin aðdragandi að því sem varð fyrir 2017 og út í Alaska í Bandaríkjunum. Og það voru Bandaríkjamenn sem áttu svona frumkvæðið að því að koma þessu af stað og þarna eru fulltrúar ríkja og fulltrúar bæja og borga á norðurslóðum sem eru þarna saman og deila þekkingur sinni og reynslu. Og það er gaman að segja frá því að samtökin voru skráð formlega í Tromsø í Noregi í gær. Nú, til hamingju með það. Þakkaði kærlega fyrir og við erum það eru Bandaríkin og Kanada, og Grænland, Færeyjar, Ísland, Noregur, Svíþjóð, Finnland og svo eru Rússar áheyrnarfulltrúar. Ok, af hverju eru þeir áheyrnarfulltrúar? Það er eitthvað flækjustig innandyra hjá þeim að Kreml segir nei við því að taka þátt í milliríkja samstarfi en markmið okkar hefur verið að verða áheyrnarfulltrúi í Norðurskautsráðinu. Já, ég skil, og við höfum mikinn áhuga á því að geta orðið áheyrnarfulltrúar því við teljum að það sé mikilvægt að rödd sveitafélagana heyrist þegar rættir málefni Norðurskautsins. Akkurat. Kannski aðeins til að útskýra það fyrir þeim sem að kunna vera að horfa að hlusta, þá er Norðurskautsráði, það eru þessi ríki sem að eru á Norðurskautinu. Það er Ísland, það er Noregur og það er Svíþjóð og það er Finnland, það er Rússland, Kanada og Bandaríkin og svo er það Danmörk eða konungsríkið Danmörk og það er auðvitað fyrst og fremst út af Grænlandi komið. En svo eru mjög margir áheyrnarfulltrúar að Norðurskautsráðinu, Vestnorræna ráðið sem er þingmannasamtök Íslands, Færeyja og Grænland fengu til dæmis nýverið eða fyrir nokkrum ári síðan áheyrnaraðild. Það eru önnur ríki, það eru alls konar samtök, þannig að þið félag bæjar á norðurslóðum hafið áhuga á að koma þarna inn. Já, þá eru það í raun og veru svona hálfgerð samtök sveitafélaga á norðurslóðum sem vilja komast að með áheyrnarfulltrúa. Akkurat. Og okkar svona motto er ekkert okkur án okkar. Ég held að við í Vestnorræna höfum líka notað þetta. Já, akkurat. En við teljum að það sé mikilvægt að það komi skýrt fram hvað það er sem við erum að berast fyrir. Nú fyrir utan það að við eigum okkar samvinnu á milli og erum að deila þekkingu og erum að vinna saman að ákveðnum málum. Við höfum átt mjög náið samstarf núna í koronaveirufaraldrinum og höfum verið að deila upplýsingum varðandi efnahagsaðgerðir og bara mótvægisaðgerðir gagnvart koronafaraldrinum.
og sömuleiðis höfum verið að deila þekkingu þegar kemur að félagsþjónustunni og hvernig við tökumst á við vanda heimilislausra, hvernig við tökumst á við vanda í skólakerfinu, hvernig við tökumst á við fjarskiptamál, hvernig við tökumst á við þjónustu við dreifðar byggðir og þá erum við að tala um fjarþjónustu og annað slíkt. Þannig að það er ýmislegt sem við eigum samtal og mér finnst allavega að við vera algjörlega heimaslóðin þegar þessi málefni eru rædd. Og þetta er í raun og veru bara málefni landsbyggða sem eru heita orðið norðurslóða málefni. Og það er nú bara þannig að þetta eru svo lík samfélög þegar við förum að ræða málin og svo margt sem við eigum sameiginlegt. Og við erum öll að glíma við atgerðisflótta, við erum að glíma við fábreytni í atvinnulífinu, við erum að glíma líka við svolítið sem heitir brain waste. Þá erum við með einstaklingar sem eru hámenntaðir en fá ekki vinnu við hæfi. Og það er náttúrulega mjög víða hér á Íslandi sem svoleiðis aðstæður eru og ég þekki það náttúrulega vel frá mínu gamla starfi sem bæjarstjóri Vesturbyggð, hvernig það er að vera með fólk sem er hámenntað en fær ekki vinnu á staðinu. En er ekki orðin meiri tækifæri í þessum efnum og nú bara lítum við til kórunu verið faraldsins og það sem við allt í unni lærðum að við getum verið hvar sem er. Heldur betur. Þannig að þetta hljóta verið tækifæri fyrir dreifðari byggðir. Sko ég held nefnilega að við séum að sjá algjörlega áður óþekkt tækifæri til atvinnusköpunar á landsbyggðinni. Og COVID hefur bara kennt okkur það að það er hægt að vinna hvar sem er og vera hvar sem er. Og ég held að við munum öll kunna meta það hversu þægilegt það er að geta verið í svona blandaðri vinnu, vera annar staðar og líka á vinnustað. Og þar með að störfan staðsendingar eru raunveruleg. Það hefur náttúrulega viljað brenna við að störf sem eru setta út á landi einhver svona söfn og setur og eitt starfsmaður frá einhverju stofnun eða hvernig sem það er, að það hefur verið undirfjármagnað, hefur verið tímabundið og það þarf að hverju einasta ári að berjast fyrir þessum störfum. Þetta hefur verið svona haustinn, fjárlagafrumvarpið komið fram og það hefur verið alveg svona 95% líkur á því að það væri búið að slá ykkur störf af á svæðinu, þannig að maður hefur farið í að rífast við þingmennum að passa þessi störf og svona því að svona einn hefðbundna barátta í kringum fjárlögin. Já, hefðbundna barátta í kringum fjárlögin því að það er svo auðvelt að skera allt í burtu sem er langt í burtu frá þér. Þannig að þetta breytir landslæginu algjörlega. Og nú erum við farin að sjá það að það er verið að auglýsa störf án staðsetningar alveg hægri vinstri sem er algjörlega meiri háttar. Því að þú veist, við getum ekki endalaust búið við þenslun á höfuðborgarsvæðinu því við þurfum að dreifa fólkinu landið. Það hefur allavega stefnan hjá íslenskum stjórnvöldum að hafa byggð allstaðar í landinu, en ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þá þurfum við að hafa almennileg störf til þess að við byggjum líka upp blómlegt mannlíf á þessum smærri stöðum, sem er svo mikilvægt. En sko, er það ekki þannig að á borgum, segir maður á borgum eða í borgum? Á borgum. Á borgum, að þar eru ýmsar stofnanir og jafnvel fyrirtæki með aðsetur. Er það ekki rétt skilja hjá mér? Þannig að það sem þú segir þessi breytileiki, ég held samt sem áður að núna eftir COVID það er ekki allir spennti fyrir því að sitja bara við eldhúsborðið allan daginn, sko, þó að það sé rosalega gott stundum, en þá einmitt að hafa einhver aðsetur og nú sér maður það bara í stærri borgum eins og í New York og maður heyrir að þessi stóru tæknirisar og svona eru bara að fara að selja húsnæði sín, þeir eru alltaf hægt að vera með einhverjar höfuðstöðvar og skrifstofur út allt, eru jafnvel frekar að leigja hjá þar til gerðum fyrirtækjum aðstöð þar sem fólk kemur inn svona þegar því hendar eða þegar þörfir á en vinnur annars heima frá sér eða einhverstur annar staðar. Þannig að sérðu þetta bara sem tækifæri að fyrirtæki almennt fari að leigja aðstöðu á Akureyri og starfsmenn vinni frá eldhúsborðinu, frá skrifstofu og fljúi svo keyri á milli þegar þessu þarf. Já, ég held að bara án vafa. Og húsnæði er náttúrulega bara dýrbreyta í rekstri og ef það er bara þannig að þú getur leigtir aðstöðu í einhvern smá tíma og ert síðan hluta til heima, þetta er líka
Já, ég myndi segja að þetta væri líka svona fjölskyldu vænna mörguleiti Klárlega. og en þú þarft að beita sjálfa þeim miklu aga, auðvitað, en það er gott. Fara úr náttsloppnum, klæða sig. Fara úr náttsloppnum, mála sig. Einmitt, algjörlega. Fara úr joggingalunum. Já. En sko, mér fannst þetta alveg frábært og hinn einhverja hlið á mér, henni fannst þetta mjög gott, þó að ég sé nú félagslynd líka, en þetta skiptir svo miklu máli fyrir tækifærin á landsbyggðin og fyrir tækifærin einum dreifðu byggðum að það séu sko atvinnutækifæri fyrir menntafólk og alls konar menntafólk og að þú sjáir framtíðina fyrir þér á þessum stöðum. Því að ef að þú ert ekki með hennan fjölbreytileika þá deyr samfélagið og þá færið þau sko the Arctic flu sem svo Arctic flu, já, það er heimskautaveikin sem er náttúrulega eitthvað sem þeir sem hafa búið í litlum samfélagum þekkja mjög vel. Okay. Og það er þegar fólk fer að plokka augum hvert úr öðru. Já. Og fer að berjast hvert á móti öðru. Og þetta er velþekkt vandamál. Já. Og það er svo hættulegt. Þess að við getum ekki haft einsleitt samfélag. Við verðum að hafa þennan fjölbreytileika. Algjörlega. Það er ekki nóg bara að hafa eitt stórt sjávarútvegsfyrirtæki. Nei, og við þurfum líka að koma auga á hæfileikana sem við erum með í mannauðnum sem er að vinna á þessum stöðum. Til dæmis eins og í Vesturbyggð, það sem ég bjó áður en ég flutti norður. Þar var einhver 15-17% af íbúunum af erlendum uppruna. Já. Og það er heldur betur mannauður fólkin í þeim hópi og það að fá að vita hvað menntun þessir einstaklingar hafa. Já. Þú veist, gætu verið að sinna ykkur með öðrum störfum heldur en þeir eru að sinna nú í dag. Einmitt. Og fjölgunin er út á landi er að megninu til í jaðarbyggðunum, ég er ekki að tala í þessum stærri samfélagum, en aðalega jaðarbyggðunum, er að fólki af erlendum uppruna. Sem kemur hingað til að sækja vinnu, sem er ofta ekki vinna sem tengist endilega þeirra menntun. Nei, og það er þá í þessari frumframleiðslu. Já, einmitt. Þannig að ef að við sjáum tækifærin, það er yndislegt að búa í litlum bæ. Já. Það er yndislegt ef þú hefur nægt tækifæri til þess að skapa þér atvinnu og lífsafkom. Einmitt. Þannig að þetta skiptir miklu máli. Og myndur þú segja að það séu svona þessi verkefni sem að þið getið sameinast Já, þessir bæir á norðurslóðum? Já, og við höfum líka talað mjög mikið jafnréttismál sem eru stór breyta. Já. Ég er ekki vissum að allir kveiki á því að jafnréttismál sé rosalega stór breyta í norðurslóða eða byggðamálum. Þannig að þó að ég telji mig þekki ágætlega, farðu aðeins með okkur yfir það. Af hverju skiptir það svo miklu máli? Jafnréttismálin skipta svo miklu máli út af því sem ég var að lýsa hérna áðan. Já. Því að allar fjölskyldur þurfa til dæmis 2 aðila til þess að sjá fyrir heimilinu. Og það er nú bara þannig að við konunar stjórnum nú oftar en ekki hvar búið er. Já. Og jafnréttismálin... Eða er það? Já, jú, líklega. Jú, við stjórnum því. Og svo er þetta líka sko tækifæri kvenna og líka þar sem í þessum smærri samfélögum þar sem er verið að takast á við félagslega erfiðleika, þá skipta jafnréttismálin rosalega miklu máli. Já. Og það er nú tekið á því í skýrslunni hjá Össuri og Unni Brá og Óttari. Og þetta er bara risamál, bara rétt eins og tækniframfarir eru líka. Og það er kallað connectivity sem eru fjarskiptamál. Já. Og fjarskiptamál er náttúrulega bara risaatriði á norðurslóðum, já þessum afskekktu hérðum sem við erum að takast á við. Já. Við höfum líka átt samstarf í orkumálum og aðalega við Kanadamenn. Okay. Og út af hvað gengur það? Það er nú bara að deila þekkingu á orkumálum og við eigum nú fyrirtæki eins og Norðurorku, Vistorku og Fallorku, þess að Akureyrarbær, og við höfum verið að deila þekkingu til Kanada þar. Og við erum í ýmsum svona tilraunum út í Grímsey, hvernig við getum gert Grímsey sjálfbærari. Já.
Erum við þá að velta fyrir okkur vindmyllu? Já, vindmyllu, við erum að nota hennar lífdísel og annað á díselrafstöðunar sem eru þarna. Já. En þarna erum við að tala sko innviði sem eru svo flóknir. Já. Þú ert ekki með vegakerfi hennar til nyrstu staðana í Grænlandi eða í Kanada. Heldur betur ekki. Þú ert heldur ekki með raflínur á mörgum þessum stöðum, þannig að þú þarft að vera annarkvort að búa til smávirkjanir eða vera með risastórar dísilrafstöðar og svo náttúrulega ef það er hægt að nýta heitt vatn til raforkuöflunar. Þannig að við erum með mikla þekkingu sem við getum flutt út. Og eins og ég segi, þessi fjarskiptamál og orkumálin, þetta eru mál sem við getum svo auðvitað aðstoða með. Já. En sko, ef við horfum núna aðeins svona til framtíðar, varandi norðurslóðir, þá er auðvitað rosalega margt að breytast á norðurslóðum og það er auðvitað fyrst og fremst vegna umhverfis áhrifana. Ísinn er að bráðna, mun hraðar, þannig að siglingaleiðar eru að opnast upp. Þetta því það auðvitað líka að það geta verið að opnast upp ný hafsvæði til veiða og við vitum auðvitað ekkert hvernig fiskurinn í sjónum syndir eða hvað það mun þýða fyrir okkur til framtíðar. Nei. Við höfum svona kannski gegnum tíðina í norðurslóða áætlunum og umræðu norðurslóði verið svona svolítið að velta fyrir okkur svona einhverjum stórum tækifærum. Það eru allir held ég vona að allir séu meðvitaður ógnina sem felst í loftslagsvánni og við þurfum auðvitað að bregðast við henni. Ég hef oft sagt að við þurfum líka samt að sko búa okkur undir aðlögunina sem getur verið með ýmsum hætti, meðal annars bara hvernig innviðirnir okkar eiga að takast á við öfgar í veðurfari, talandi rafmagn hér og rafmagnsleysa á stóru hluta landsins, við getum líka að tala bara veitukerfin okkar og allt þetta. En svo geta líka verið tækifæri. Og mér langar kannski aðeins að koma inn á það, á svona norðaustur hluta landsins þá hefur verið talið að það getur verið tækifæri fyrir umskipunarhöfn, það er að segja að það sé siglt þá á sérstökum skipum í gegnum í rauninni norðurskóðu siglingarleið sem þar opnast en þar er hægt að gera ráð fyrir ís þannig að þá þurfa bátarnir að vera sérstaklega búnir til þess og það verið tækifæri til að breyta yfir á svo léttari og ódýrari báta þegar til Íslands eða Norður-Noregs eða eitthvað slíkt kæmi. Hefur Akureyri tekið þátt í þessari umræðu, þetta hefur þá verið rétt hjá Þórshöfn eða Finnafirði? Já, við höfum alveg tekið þátt í þessari umræðu og höfum alveg velt þessum málum fyrir okkur. Út frá þessu þá höfum við líka velt fyrir okkur mikilvæg Grímseyjar og þegar kemur að siglingamálum og þá erum við aðeins að líta til öryggismála. Einmitt. Og það er alveg ljóst að ef að eiga að vera mikla siglingar þetta hafsvæði þá þurfa að vera til bjargir ef eitthvað kemur upp á. Já. Og hvort sem það eru björgunarskip eða tógbátar eða hvernig sem það er. Og í mínum huga er alveg ljóst að mikilvægi Grímseyjar verður mikið þegar þessar siglingarleiðir opnast. Akkurat. Og fólk kveikir ekki alveg alltaf á þessu þegar maður segir bara Grímsey getur orðið höfn í bara öryggis- og varnarmálum, sérstaklega í öryggismálum í framtíðinni. Já. Og það er svona, við verðum að hafa öflug björgunarskip á þessu hafsvæði. Já. Við getum ekki haft bara björgunarskip í Reykjavík sem getur brugðist við. Við erum náttúrulega með mikla umferð skemmtiferðaskipa á þessu hafsvæði og verður ennþá meira í framtíðinni. Allar líkur á því, það er mikil ásókn í það. Mjög mikil ásókn. Sem að maður getur auðvitað að sé fyrir sér svona eitthvað risa Titanic mál verða. Það er bara tímaspursmál hvernig það gerist. Og við í raun og veru í dag höfum enga bjargir til þess að bregðast við slíkum atburði. Og svo náttúrulega bara flutningaskipin og allt þetta, þessi risa flutningaskip sem eru náttúrulega orðin í dag, við þurfum að geta brugðist við. Þannig að og þú sér þá Grímsey fyrir þér sem svona einhvers konar miðjupunkt í slíku? Já, ég sé Grímsey fyrir mér þar. Já, það eru auðvitað líka verið hluta umræðinu svona einhverja björgunarmiðstöð á Íslandi. Svo hafa sumir sagt, við getum kannski ekki séð fyrir okkur sko einhver risasvæði með fjölda tækja og tóla en svona samhæfingin og einhverja aðsetur sem mikilvægar og þar geti Grímsey augljóslega spila stórt hlutverk. Það er flugvöllur þar, mjög góður flugvöllur
og það höfn, hún náttúrulega lítil. Já. En það hafnargerð hefur nú ekki vafist fyrir Íslendingum í gegnum tíðina. Nei. En ég held að þar geti eyjan spilað stórt hlutverk. Já. Og í dag eru íbúanir ekki margir, Nei. en þeir lifa á fiskveiðum og ótrúlega öflugt fólk. Já. Og þrautseigjan mikil á þeim bænum. Já. Og þó að Vestfirðingar séu þrjóskir og þverir, þá eiga þeir ekki roði Grímseyinga. Ekki, þú veist, þeir komast ekki með tarnar þar sem Grímseyingar hafa hælana. Nei. Maður verður nú að dásta þessari þrautseigju Já, að og vera tilbúin að búa þarna. Þessi segla er svo ótrúleg. Allar þessar aðstæður, sko. Já, þessi segla er svo ótrúleg. Já. En ég sé alveg tækifæri þarna. Já. Og við eigum alltaf að hugsa stórt. Einmitt. Og ég held að það er líka bull getur verið gull, sko. Ok, bull getur verið gull, já. En við þurfum að sjá tækifærin í framtíðinni með nýjum ferðamáta, með nýjum starfsháttum og bara nýri framtíð. Og auðvitað umhverfismálin munu verða alveg risastór þáttur. Klárlega. Kannski verður þetta bara risastór hleðslustöð fyrir skip, rafknúin skip. Nei, þú veist, það er aldrei að vita hvernig þetta verður. Nei. Einmitt, ég tek undir það eru mörg tækifæri í þessu og við verðum líka þora að horfa til tækifærana saman tíma og verum í svona ógnandi heimi. Já, við þurfum, við stöndum á tímamótum, held ég klárlega í heiminum. Já. Og síðastliðið ár hefur alveg skerpt á þeim línum, klárlega. Það er kapplaup í kringum norðurslóðir og kapplaup eitthvað sem er óskilgreint. Eitthvað sem engin veit hvað nákvæmlega er. Nei, en það er að sjálfsögðu það eitthvað. En það er fullt af fólki sem býr á norðurslóðum og við viljum að það muni halda áfram að búa þar. Og þess vegna er það hlutverk stjórnmálamanna að skapa þar aðstæður og það geti búið þar áfram. Þannig að við getum nýtt okkur þær aðstæður sem er á norðurslóðum. Ég held að þetta sé mjög góður lokapunktur. Ég hef stundum orðað þetta með þeim hætti að við sem hér búum þurfum að tala fyrir því stundum þegar verið að ræða þessi mál kannski svona eiga að segja út í Brussel eða Washington eða einhvern stórborgum langt frá norðurslóðum, þá er stundum hort á norðurslóðir svona eins og vídeómyndband þar sem þú sér ísbjörn á bráðnandi ísjaka, sko. Og umræðan verður stundum svona eins og þetta sé eitthvað garður sem þurfa að vernda. En einmitt eins og segir það býr fólk á norðurslóðum. Ísland er norðurslóðaland og þess vegna held ég að sé mikilvægt að við tölum alltaf þannig í okkar utanríkispólitík. Og á meðan ógnirnar eru þarna og ákveði kapplaup að þá þurfum við líka að huga því hvar hagsmunir Íslands eru best varðir. Og þó að það séu ýmis tækifæri sem að kunna að opnast með umskipunarhöfn og aðstöðu fyrir björgun og leit og annað, að þá ætla ég reyndar að segja að ég hef líka tröllatrú á bara hugvitinu. Heldur betur, sammála þér. Nákvæmlega og það sem hægt er að gera í kringu það og við höfum séð fyrirverandi forseta Íslands Ólaf Ragnar Grímsson byggja upp Arctic Circle viðburðinn þar sem að mörg hundruð manns sem hafa áhuga á norðurskautsmálum og þetta eru allt frá alls konar samtökum umhverfismál og náttúruvernd, háskólafólki, fyrirtæki, stjórnmálamenn koma saman og ræða þessi mál og opaslega flottu viðburður sem að því miður auðvitað gat ekki orðið út af COVID en hefur svolítið sett Ísland á kortið sem norðurslóðaríki. Heldur betur. Og ég vona að okkur takist að tryggja okkur í þeim efnum þannig að ég held að þessi tækifæri í hugvitinu og því sem við byrjum að ræða öllum þeim sem að vinna á Akureyri í kringum rannsóknir og þróun og í kjölfari svo nýsköpun og aðra þjónustu. Heyrðu, þetta hefur verið áhugavert, gaman að hafa þetta hjá mér, Ásthildur mín. Já, takk sem er leiðis, gaman að koma. Gott að fá þig að norðan þó ég hefði reynda gjarnan vilja vera á leiðinni sjálf norður á skíði eins og stór hluti höfuðborgarbúa. Já, komdu bara sem fyrst. Ég þarf að gera það. Kæra þakkir fyrir komuna. Ég ætla að þakka ykkur sem áhorfðu kærlega fyrir að horfa og hlusta og við erum auðvitað svo komin í podcast eftir hér einhverja daga líka. Í næstu viku þá ætla ég að vera með framkvæmdastjóra rafmyntaráðs hjá mér og við ætlum að ræða rafmyntir, Bitcoin, hvað er þetta, þurfum við að varast eitthvað, eigum að vera hrædd við þetta og svo þessa tækni á bakvið bálkakeðjuna og hvernig mögulega stjórnvöld ættu að nýta sér hana til að veita hraðari og áreiðanlegri þjónustu. En kæra þakkir fyrir í dag.